Feliz lunar. Við opnum fyrra í lok febrúar og þetta svona fjölskyldustöð. Þetta bara við tvenn hjón sem eiga þessa stöð. Það svolítið óvænt að við fengum þetta húsnæði. Systir mín og maðurinn hennar bjuggu í Stokkhólmi og voru bara hérna rúndinum einhvern tímann á Grandanum eitt sumarið og sá þetta húsnæði, þetta var tómt. Og ekkert í þessu, þetta var bara svona ótrúlega hólfað og ótrúlega skítugt og ógeðslegt en engin vinna ekkert í gangi í þessu húsi. Við höfum samband við eigandinn, fundum upp á honum og eftir svona smá bras og bara svona nokkrum vikum seinna þá fengum við að vita að við getum fengið þetta hús. Í dag erum við komið með alveg yfir 500 meðlimi sem eru í áskrift og auk alveg nokkra námskeiða sem eru eiginlega bara alltaf full. Mömmunámskeið, krakkanámskeið og unglinganámskeið. Þannig að við erum búin að stækka ótrúlega hratt. Já, sko, þeir sem eru með fordóma eru yfirleitt fólk sem hefur ekki verið í CrossFit eða talar að CrossFit sé hættulegt, fólk sé að slasast. Og ég segi það fólk, prófið að koma í CrossFit, prófið að koma hingað til okkar í Granda. Og annað, þetta er ekki svona há slysatíðni í CrossFit eins og margir halda og það er líka töluvert skárra, finnst mér, að meiða sig aðeins á fingri eða tá heldur en að fá kransæðarstíflu sittandi upp í sófa allan daginn. Og það er alveg sýnt sig að það er ótrúlega mikið af fólki sem er í CrossFit sem væri annars ekkert að hreyfa sig. Þannig að ég set allavega ekki mjög lítið fyrir það sem þegar fólk er eitthvað að tala í CrossFit. Fólk þarf bara að prófa að koma og sjá hvernig þetta er. Þetta er nefnilega ótrúlega skemmtilegt og ótrúlega skilvirkt kerfi. Ef þú byrjar, getur það ekki hægt. Ég byrjaði í CrossFit 2009. Þá var ég búin að vera í world class í mörg ár. Ég var spinningkennari í alveg næstum því 6 ár og var í rauninni eiginlega bara spinning, hlaupa og á bara þrektækjunum, var voða lítið að lyfta. Ég byrjaði eiginlega bara óvænt. Það var alltaf CrossFit Iceland sem var þá í world class út á Seltjarnarnesi. Það var alltaf fólk eitthvað fyrir utan að hlaupa og gera einhverjar æfingar og mér fannst það bara spennandi. Þannig ég kíkti niður í kjallara þar sem CrossFit stöðin var og hitti Evert sem vinnur minn dag. Og hann eiginlega bara sagði mér að koma bara daginn eftir og prófa. Og ég mætti morguninn eftir og það var bara eiginlega ekki aftur snúið. Vá, þetta er ótrúlega erfið spurning. Sko, stelpunum það getur farið einhvern veginn bara á alla vegu. Ég veit allavega að Katrín, Anni og Sara, þær ætla allar að vinna. Þannig að ég vona innilega að ein af þeim vinni. Hjá strákunum, Matt Fraser vinnur klárlega og svo bara spurninga með hina. Bjöggi verður ábyggilega einhvers staðar í toppnum.